Ég talaði um hérna áðan að kostnaður við framkvæmdir og ýmis verk væri nú ekki alltaf eins og stæði í Excel-skjalinu og við þekkjum mörg dæmi þess Íslendingar og þetta náttúrulega alþekkt svo sem út allan heim að verkefni sem að menn að fara í kosta miklu meira en þeir nokkuð tíman héldu þau ætti að gera. Áætlanir eru mannanna verk og oft ónákvæmar. Það er spurningin, hvers vegna eru þær ónákvæmar? Hvers vegna standast þeir ekki? Þórður Víkingur Friðgeirsson verkfræðingur, kennari við Háskólann í Reykjavík. Þú ert búinn að skrifa þessa bók sem heitir Áhætta, ákvarðanir og óvissa og þarna ertu að fara í það hvernig menn taka ákvarðanir. Já. Og það eru þarna náttúrulega dæmi sem kom upp í hugan eins og Grímseyjarferjan og endurbygging Þjóðminjasafnsins. Við ábyggilegt að sjá þetta. Ég fullir á mikið með kannski tónlistarhúsið, gætum alveg átt eftir að sjá eitthvað gerast þar. Það er spurningin, þú ert að velta þig fyrir af hverju menn, þú ert eiginlega að setja óvönduðum ákvörðunum stríð á hendur. Já, hverju tökum við óvandaðar ákvarðanir? Já. Það er nú, fyrsta lagi þá er mannshugurinn ekkert sérstaklega rökvist í sjálfu sér. Við til dæmis bæðum hann margfalda saman 17 sinnum 132 eða eitthvað svolítið í hugunum. Það er ekkert víst að svarið kæmi strax. Þannig vélar eru miklu betri til að taka eða reikna svona korrekt. Maðurinn, það eru tvær ástæður fyrir því að við tökum alltaf mikið af óvöndum ákvörðunum og það er líka fyrst og fremst í því sem við getum kallað sjálfsblekking. Það er að maðurinn er að eðlisfæri bjartsýnn. Það er náttúrulega kannski þess vegna sem að framfæri verða. Þannig að við eigum til að útiloka í huga okkar það neikvæða þegar stöndum fram fyrir ákvörðun og einblína það sem vel tókst til. Og þetta er alþekkt. Hin ástæðan og þetta er veru sjálfu sér kannski ekki alvarlega. Alvarlega er hin ástæðan. Hin ástæðan er þrýstingur. Bæði pólitískur þrýstingur og sömulegis þrýstingur frá stjórnendum fyrirtækja að skila árangri. Og þannig, hvort sem það er meðvitað og ómeðvitað, þá einfaldlega halla menn vísvitandi, jafnvel, réttu máli. Nefna einhverja tölu sem síðan verður einhver svona akkeri. Jafnvel vitandi það að svo tala er fjarri öllu lagi, en hins vegar þegar búið að ræsa vélarnar, þá er erfitt að snúa við. Það er þess að markmiði sjálfu sér er að koma verkefninu á stað og það er þá gert með því að nánast að beita blekkingum. Og við þekkjum alltaf dæmi svona bæði úr viðskiptum og stjórnmálalífi Já, við þekkjum dæmi það og fullyrðingar stjórnmálamanna sem síðan við setjum í tímaskoðun hafa ekki staðist á neitt nátt. Stjórnmálamenn geta náttúrulega líka haft ákveðin haga af vondum ákvörðunum. Er það ekki? Jú, stjórnmálamenn þurfa mjög sjaldan í sjálfu sér að standa skil ákvörðuna sinna. Og ákvörðun er svo magna fyrirbæri. Ákvörðun kostar ekki neitt. Það er afleiðingar sem við setjum upp hérna sem eru kostnaðarsamar. Og ég hef rannsakað þetta. Það eru